Margir foreldrar virðast hafa lengi tekið eftir því að snjalltæki, samfélagsmiðlar og ákveðnir tölvuleikir virðast hafa slæm áhrif á börn og ungmenni og hafa haft orð á þessu. En það getur verið erfitt að standa eitt á móti straumnum. Það er mjög erfitt fyrir foreldri að standa með sinni sannfæringu að gefa ekki barninu snjallsíma þegar öll önnur börn í bekknum eru með snjallsíma. Og hvernig bannar foreldri samfélagsmiðla þegar félagstengsl allra barna fara fram þar? Það er ekki nema ár síðan almennt samtal skjáningu barna fór að taka raunverulega af stað. En gestur okkar í dag hefur barist fyrir símalausum skólum mun lengur en það. Kristín Ólöf Gretarsdóttir er foreldri 2 drengja á grunnskólaaldri. Hún var formaður foreldrafélags Áslandsskóla í 7 ár, situr í foreldraráði Hafnarfjarðar, er í stjórn heimilis og skóla og er menntaður kennari. Hún brennur fyrir að beina athygli að skjáningum barna. Því hún vill að skólar séu símalausir og hætti vanhugsaðri skjánotkun á skólatíma. Einnig situr hún í starfshóp á vegum menntamálaráðuneytisins mótun leiðbeininga viðeigandi og örugga farsímanotkun í grunnskólum. Þessi þáttur er í boði Stafrænnar velferðar og joybox.is. Stafræn velferð heldur fyrirlestra fyrir öll foreldrafélög, bókasöfn, ráðstefnur og íþróttafélög þar sem foreldrar hópast saman. Farðu á stafrænvelferð.is og hafðu samband. Joybox.is er gjafavöruverslun með vandaðar fiktvörur fyrir unglinga og fullorðna. Farðu á joybox.is og skoðaðu gleðina. Sæl Kristín, getur þú sagt okkur aðeins þína sögu og þitt ferðalag sem foreldri í foreldraráðum og innan skólakerfisins? Já, ég sérst á 2 stráka á grunnskólaaldri og leið og eldri strákur minn byrjar í grunnskóla að þá fer ég inn í stjórn foreldrafélags okkar skóla eða Áslandsskóla í Hafnarfirði og kannski var ekki alveg hugsað en bara svona datt inn í þetta og sé ekki eftir því að það er alveg rosalega mikil áhrif sem við foreldrar getum haft og þannig að ég hvet alla foreldrar mitt til að taka þátt og fara í foreldrafélag sín skóla og þaðan eru bara svo mörg tækifæri bæði bara á að kynnast umhverfi barnan okkar, bara hvað er verið að gera, hrósa því sem vel gert því þá tekum maður líka eftir því auðvitað og svo bæta það sem það þarf að bæta og þannig að já, ég byrja sérst í foreldrafélaginu og öll foreldrafélög allavega í Hafnarfirði, ég veit ekki hvernig þetta er í öðrum sveitafélögum, að þá sérst höfum við 2 sæti í skólaráði. Skólaráði er svona samráðsvettvangur innan skólans. Það sem við ræða bara svona mál innan skólans og þau mál sem er að bæta þar. Og einnig eru líka fá við 2 sæti í foreldraráði Hafnarfjarðar þar sem að allir grunnskóli í Hafnarfjarði hittast og ræða bara hverju barnan okkar og hvað sé hægt að gera til að bæta og hvað er vel gert og þannig. Það er þá 2 sæti fyrir hvert skóla í Hafnarfirði? Já, þannig allan virkar þetta í Hafnarfirði, ekki alveg viss hvort þetta sé eins í öllu sveitafélögum og í til dæmis foreldraráði Hafnarfjarðar, þar eru við líka með inn í þar eru við með fulltrúi í fræðsluráði, við erum með fulltrúi í ETH. Hvað er ETH? ETH er íþrótt- og tómstundaráð. Já, Hafnarfjarðar. Já, þannig við erum með fulltrúi sem situr þar og fara að taka þátt í því sem við erum að ræða og gera þar og líka fræðsluráð og þá erum við bara komin inn í pólitíkin í rauninni og svo erum við, höfum við líka sitt í starfshópum. Ég til dæmis hef setið í starfshóp matamál í grunnskólum í Hafnarfirði út frá einmitt sem foreldri. Og í dag sitt ég líka í starfshópa við menntamálaráðuneytisins. Það er einmitt líka út frá þessu starfi sem foreldri. Vel gert. Og ég sitt í stjórn heimilis og skóla, þannig þetta svona vindur allt upp á sig og mikið að tækifærum og stöðum til að hafa áhrif. Já, hafa áhrif og líka bara kynnast einmitt. Mér var staðilega svona það sem ég held að fólk átti sig ekki á að þegar maður kemur inn í þessi foreldrafélagi í stjórnina því í rauninni eru allir foreldrar í foreldrafélagi. Maður bara sjálfkrafa er í foreldrafélagi þegar barnið maður byrjar í skóla. Já. En það er svona stjórn sem skipa svona 5-10 manns sem eru svona halda utan hlutina. Já. Og ef maður býður sig fram og er í stjórnskólans að þá bara kynnist maður, eins og ég segi, bara kennurinn miklu betur, umhverfinu miklu betur og ef þið vil kannski segja ykkur til þess bara hvað við í foreldrafélag Áslandsskóla höfum til þess náða að gera. Já, endilega. Það ekki, var svona bara þannig að fólk átti sig á hvað er hægt að gera. Og þegar það sem við höfum til þess gert, að það við tókum eftir þegar ég byrjaði með strákjum minn í skóla
að það er bara hádegismatur. Þannig að okkur finnst vera svona einhvern veginn vanta að brúa þetta bil frá leikskóla yfir í grunnskóla. Já. Og þá komaði með nesti í hressingu? Já, þá komaði með nesti með sér. Það er rosa auka snúningur á hröðum mótnum. Já. Á allt það sem foreldrar er að muna eftir. Mér finnst það líka og líka verða oft einhæft og svo var svo mikil umræðum að tala óholt nesti og þú veist, þannig að það oft fer eitthvað með sem að kannski ætti ekki að vera inn í skólunum. Já, þú veist bara kókum eitthvað keks og já, og eitthvað svona kornistangir. Já, einmitt. Já, ég sé það bara fyrir, maður er kannski búin að standa sér vel bara marga dagur og svo bara það er ekkert til, með korni eða þú veist, kókumöld. Þú veist, það er bara nú að gera. Já, þannig að við sést að líka bara fyndi sko að geta skaffað hádegismat en ekki ávöxt, eða þú veist, þetta kemur bara í kassa og svo er bara hægt að skýra þetta. Já, einmitt. Já. Og það var búið að vera að tala þetta einmitt, að gera þetta og ég held að það hafi verið alveg 10-15 ár sem var búið að ræða þetta. Í alvöru? Þegar ég kem þarna inn, sko. Og hugsa málið. Já, einmitt, og svona held þetta var ekki hægt, fannst þetta oft, og oft er það líka það bara nóg að gera og maður skilur það. Þetta er stórt fyrirtæki að reka skóla og mikið sem þarf að huga að og þannig að maður skilur það alveg að það er oft, og þess vegna er svo gott með foreldrarna að koma inn sem að hafa smá auka innsýn og kannski auka tíma og við náttúrulega erum á fulla huga velferð barnanna okkar og komum kannski með eitthvað innsýn sem að kannski þau ná ekki alveg að huga að bara í amstri þeirra skipulags og dags. Þannig að við innleiðum þarna ávaxtastund í Áslandsskóla og í kjölfarið innleiðum við það inn í aðra grunnskóla og í dag er þetta í öllum grunnskólum í Hafnarfirði. Vel gert. En hvernig, þú voru búin að hugsa þetta í 15 ár, hvað gerðir þú og hvað sagðir þú til þess að bara, þú veist, innleiða þetta? Já, ég nefnilega ég fór og kynnti mér þetta og þetta skólar í Mosfellsbæ voru að gera þetta, þannig ég vissi þetta væri hægt, það var ekki búin að gera þetta og stíga sér skref. Þannig ég fer bara að kynna mig hvernig þau hafa gert þetta og ég fór að sama eins og ég ger svo með símana sem ég ræði kannski ykkur eftir. Þetta er einu sama vinna sem ég gerði með ávöxtina og símana. Að þá fer ég bara og kynni mér þetta, hvað hefur gengið vel, hvað hefur ekki gengið eins vel, fer í skóla sem eru með svona ávöxtastund, sé hvernig þau gerir þetta, spyr þau út í þetta og fæ ég með fullt af upplýsingum hvað þau eru búin að, þú veist, taka út, hvað þau fannst ganga vel. Og fer bara með þetta til skólan og segir bara, ég skal bara mæta hérna hverjum degi og skera hérna ásti og sýna ykkur þetta sé hægt. Ég er búin að kynna mér þetta, það eru fullt af skólum að gera þetta. Þannig að þú bara mættir einn með hníf og bretti? Já, og svundu. Og svundu? Vá, hugsaðu þér. Já, og þetta var allt. Svona innleitur þetta? Já, þannig að bara komin í skólan og við sáum þetta virkaði. Og ég leita þetta svo miklu meira heldur en bara, einmitt þessu rætti við ykkur heldur en ávaxtastund. Þetta var líka að þau fengju ávexti og fengju nesti. Ég hugsaði þetta líka sem fræðslu. Ég hugsaði þetta að kynna fyrir nemyndum hollt mataræði. Þú veist að borða hollan og góða mat og sumir nemyndur eins og komið ljós hefur kannski aldrei smakkað papriku eða peru eða þannig og allt í einu. Ertu að meina það? Já. Þannig mér varst það líka svo skemmtilegt og maður var að heyra frá kennurum, það var eitthvað sem sagði mér bara, ég hef aldrei smakkað peru, nú er bara pera nýja uppáhalds ávöxturinn minn. Hugsa þetta svo einfalt, en þetta er kannski ekki einfalt, en ég hefði haldið, fyrst er hægt að bjóða upp á hádegismat að það sé hægt að kaupa inn ávaxtakassa og hnífa bretti. Þú varst orðin svona ávaxtakonan í skóla. Já, og ég var farin að vera þekkt í Hafnarfirði sem ávaxtakonan og ég man þegar nágrafni kom til mér bara, Kristín, ég vissi ekki að þú væri ávaxtakonan. Þessi kona þarna. Já, nú er ég komin nýtt, nú er ég símakonan. Nei, mér finnst bara svo fyndið þetta virkar svo einfalt en síðan þetta skilur svo miklu að bæði bönn þekkja ávöxtuna og finnst þeir góðir og þú veist kannski beði að þeir verið keyptir og borðið þá. Þetta er bara svo margt sem að þetta hefur áhrif á og þetta skiptir svo miklu máli með öll verkefnið mitt að kynna sér vel verkefnið og hugsa hvernig ætla ég framkvæma það veist, og mér finnst líka bara skipta máli að nýta sér það sem aðrir hafa gert. Hvað hefur gengið vel, hvað hefur ekki gengið eins vel og þá þurfi ekki allir að vera lenda í sömu mistökunum. Nei. Við stefnilega vera svona smá núna að við erum öll eitt foreldri að reyna að berjast eða ekki berjast bara að ræða svona ýmis málefni eins og til dæmis mataræði í skólum eða símanotkun í skólum þegar það eru kannski bara fullt af foreldrum búin að vinna fulla vinnu þetta áður eða jafnvel eitthvað heilu nefndir eða starfshópar jafnvel á launum að vinna þessa vinnu þannig að það kannski bara snýst það var duglega að finna sér gögn þetta. Já, algjörlega, einmitt. Kannski er þetta bara til. Já. Alveg sem maður sér með símana þegar maður fyrir að kynna sér það. Það er bara fullt af gögnum til þetta. Já.
Segðu mér aðeins hvað þú ert búin að vera að gera þegar kemur að símanum. Þegar þú var símakonan. Já, þegar núna það orðið ný ástríða hjá mér að kynna með þetta og þetta byrjaði fyrir nokkrum árum og þá fór ég svona velta þessu fyrir mér bara þetta með símana og mér fannst þetta fara að vera svona aðeins og mikið og maður fann að taka eftir þessu kannski á stöðu sem maður vildi ekki vera að sjá fólk krakka út að labba í símum og bara fleira, þetta var svona eitthvað neginn, þannig maður var svona farin að huga þessu fyrir nokkrum árum og ég var svona að byrja að tala þetta í skólunum en svona alltaf bara, það var eitthvað eins og að það hefði ekki verið komið grundvöld fyrir að það var vilja fyrir að ræða þetta, þannig að maður rætti þetta alltaf, en svo finnst mér svona fyrir kannski 2 árum að þá fór maður með fullum þunga að taka á þessu, þá. Má ég spyrja, á hvaða vettvangi ræddir þetta fyrst? Í foreldra félagi Áslaskóla, í þeim grunnskóla sem að strákarnir mínir eru. Já, og þá á foreldra félagsfundum eða stjórnarfundum? Sko bara bæði, við rættum þetta náttúrulega vorum samstæða í stjórninni þetta mál og við rættum þetta og tölum þetta og svo alltaf aðalfundur og fleira það sem að búðar aðra foreldra í skólanum, þá nýttum við alltaf tækifæri og rættum þetta við foreldra, þetta var eitthvað sem við vorum að skoða og reyndum að fá svona skoðun frá öðrum foreldrum, hvað foreldrum fannst og... Það ekki hljómgrunnu þá? Ekki fyrst? Jú, mér finnst foreldrar eitthvað en alltaf hafa alveg verið þarna, en þú veist, það var kannski samt bara, þú veist, ekki alveg greinilega nægilega okkur fannst, það var svona, og við í stjórn foreldrafélagsræðum þetta, förum með þetta á fyrirlestur og funda fyrir foreldra og tökum þetta líka á skólarás fundum, sem var búin að nefna við okkur sem svona samráðsvettvangur með nemendum og skólastjórnundum og kennurum og fleira. Tökum þetta upp við hittum skólastjórnundur, ræðum þetta við þá og svona fyrsta skrefa bara innan skólans. Já. Og en svo sitjum við líka í þessu foreldra við Hafnarfirði og svo fórum við þangað inn með þetta og þá var alveg hljómgrunnu þar líka. Það voru all foreldra félög í Hafnarfirði sammála þessi skref og við vildum taka þessi skref. Okay. Við vildum hafa alla grunnskóla í Hafnarfirði símalösa og okkur fannst skipta miklu máli að þetta væri miðlægt. Að væru allir að taka sömu skref en ekki þannig að þú veist, þá vorum við að tala bara með grunninn en svo náttúrulega það bara hversu eitt skóla að útfæra sitt símafrí eða símafrið eða þú veist, þannig að þú veist, en að svona reglurnar væru. Og hverjar eru núna grunnreglurnar hjá skólunum í Hafnarfirði? Sko það nefnilega ekki alveg orðið samstæð með það og það svolítið það sem við foreldrar kannski ráðið erum ennþá að svolítið að tala fyrir að skipti máli að við skilgreinum hvað símafrí. Já. Þannig að maður veit bara þegar að tala símafrí að skóli sé að fara eftir þessu og líka svo það skilir tilsettum árangri. Þú getur alveg sagt við erum með símafrí en svo hefur maður alveg heyrt, það allir í símunum eða það engar reglur, það bara sumi kennari sem fara eftir þessu og þannig að mér finnst núna vanta, mér finnst frábært að skólar séu búin að taka sér skref og bæjarfélag og Hafnarfjarðarbær til dæmis og Akureybær og fleiri og mér finnst það frábært, þetta fyrsta skrefið, að taka sér skref, að bara að vera með símafrí eða símafrið og mér finnst líka eitt punktur sem ég kannski kemur núna fyrst ég mann það, að tala jákvætt þetta og þetta fallegt, þú veist, símafrí, þú veist, við erum bara að gefa börnum okkar frí frá ekki símabann. Nei, ég meina það, mér finnst bann allt í lagi en mér finnst þetta notalegra að tala jákvætt það góð punktur að við séum einhvern veginn svo fólk upplifir ekki sem boða bönn þetta meira bara svona, þau eru með óþróskan heila og þau eru með að stjórna sér eins og reynda við fullana fólki að það er kannski önnur saga þau eru í skóla að þau eru bara að fá frí frá þess aðeins og mér varst einmitt Akureybær bara búin að vinna þessa vinnu frábærlega og mér finnst til dæmis orðið sem þau völdu að nota, símafriður. Símafriður, bara, þú veist, bara fáum smá frið. Já, það er akkurat það. Ég held að við viljum það öll. Ég held að við viljum innstinni og fá smá frið. Já. Og bara mér finnst við sem fullorðið fólk, bara foreldrar, kennarar, skólar, tökum þetta skref, gerum þetta saman og gefum börnunum okkur smá frið. Skilju. Og auðvitað, eins og oft tala auðvitað er ekki bara að tala um skólana, ég er alveg bara líka við sem samfélag. Bara allstar, bara reynum aðeins að eiga símalausar og tækjalausar stundir og mér finnst líka allt öðruvísi að vera með börnum okkar að horfa á bíómynd heldur en þau sé alltaf ein að gera í tækjunum sko. Það finnst það líka alveg. Þetta er svona eins og Jón Pétur sagði daginn, svona skapa sameiginlegar minningar og það gerur okkur einhvern veginn að
fjölskyldu eða svona tengir okkur saman svolítið. Já, það allt annað að fara í bíó saman sem fjölskylda og horfa saman á bíómynd eða horfa saman heima á bíómynd með nammi og poppi og einhverju eða vera öll í sikkur hotninu á TikTok eða YouTube. Já, það er ekki sameiginleg reynsla sem maður fær þetta kvöld. Ég veit ekkert hvað hinn aðalinn er búin að horfa á senast að klukkutíman. Þannig að þegar við erum að tala um skjátíma þá þurfum við líka að þetta finnst mér. En já, síma, þannig að mér finnst skipta máli að við skilgreinum hvað er símafrí. Og mér finnst, sko, eftir bara það sem ég er búin að skoða, ég er búin að fara í margar heimsóknir í grunnskóla og bara tala við fjölda skólastjórnenda, foreldra og setja einmitt í starfshóp og að mér finnst að skilgreining hvað er símaluskóli, vera skóli sem er ekki með síma og snjalltæki engaugn uppi við eða til notkunar á skólatíma. Já. Og frá upphafi til lok skóladags og eins og hann Jonathan Hyde, vinur okkar, talar að bell to bell, eða þú veist bara allan daginn, þá ekki bara í kennslustundum eða afmörkuðum svæðum eða þú veist það þarf að vera alveg skýrt að þetta er bara, þau eru ekki með þessi tæki og þá erum við ekki að flækja þetta heldur. Nei. Og svo finnst mér líka skipta miklu máli, svo þetta skilir mitt árangur að vera símaluskóli, að þá finnst mér að við erum búin að vera, eins og við talum áðan, að kynna okkur vel, hvað er búin að ganga vel og hvað er ekki búin að ganga vel. Þannig að þetta verkefni sem við erum að fara í, að vera með símaluskóla, skili tilsettum árangur og við getum sagt virkilega, þetta er símaluskóli. Já, akkurat. Við kynnumst á málþingi þar sem við varum að tala fyrir sálfræðideild HR, mjög gott málþing og bara fagna því að þessi vera að tala þessi málefni frá sjónarhorni sálfræðinga. Þar var hún með rannsókn þar sem þau voru að taka sem dæmi símalausa skóla og voru með 3 skóla sem voru ekki símalausi, voru bara mátti allir vera með sinn síma og svo 3 skóla sem voru símalausir og þau passuðu mikið upp á gögnina að þessi skólar væru allir svipuðum tegundum og hverfum, þú veist það kemur að fjárhag foreldra og fleira þetta væri svona svipaðir skólar uppbyggðir en síðan spyrjum við þarna í lokin hvað þýðir það að vera símalaus skóli af því þetta eru allt skólar á höfuðborgarsvæðinu en enginn þeirra er raunverulega símalaus þannig að nú eru komnar rannsóknir og fleira á vegum sálfræðideildar þar sem er verið að vitna í skóla sem símalausa þegar þeir eru í rauninni ekki símalausir. Það að vera með síman í vasanum þóttu megir það ekki en þú kemst upp með það á silent allan daginn og fara beint í hann þegar þú fyrir frímínútum eða fara á klósettið til að kíkja á síman það er ekki símalausi skóli. Og hvað gerist þá í símalausi skólan sem þú ert að tala og ef börnin koma samt með síma verður það bara skilunum? Já og það líka finnst mér sem mér langar svo að koma í veg fyrir þessi neikvæðu samskipt sem fylgir þessu þetta er svo auðvelt ef við einmitt já, vinnuna einhvern veginn skoðum þetta vel og fyrir mitt leiti þá einmitt kynnum okkur þetta vel og skoðum vel hvað þarf að gera svo þetta gangi upp, svo þetta sé eins og segir raunverulega símalaus skóli og þá bæði út frá þessum heimsóknum sem ég er búin að fara í og svo fór ég að mynda skoðin og síðu Jonathan Hyde bara því hann er mikið tala fyrir símalausum skólum að skoða hvað hann telur vera með símalausum skóla og hvað þurfa að gera til að það gangi upp að þá finnst mér svona bara það sem skiptir miklu máli í því er að símanni sé ekki, að börnin sé ekki með síman á sér. Þú veist, eins og og allir því áriti og tröflun sem hann veldur. Og raunir bara óraun að krafa að börnin sé ekki að kíkja í símana. Nei, nákvæmlega. Við myndum alltaf kíkja. Já, nákvæmlega. Og þannig að mér finnst bara skipta rosa miklu máli að símanni séu og þá er aftur þetta. Það er eitthvað grunnregla þau ekki verið með ná sér. En svo ætti það að vera bara skólinn útfæra hvernig þau geyma símana. Þannig að það er ekkert verið að setja skólum eitthvað á skorði bara nákvæmlega hvað þau að gera. Heldur að þau finnur svo út, það er best fyrir okkur að hafa í lokuðum símaskáp eins og Akureyrarbær hefur gert. Já. Eða er hægt að hafa símana í lokuðum svona hulstrum sem ég finnst þetta frábær laust sem ég sá á síðunni hjá honum Jonathan að þetta bara, og það blokkar eitthvað allt og setur bara síman í þetta hulstur og þá er þetta bara eins og döður hlutur, bara eins og þetta glas því að það er ekkert samband við síman þannig að það er bara næst ekkert samband og er ekkert að hringja hann eða nota hann eða í töskunni. Já, þannig að þá líka fyrir þá skóla því ég hef oft heyrt að skóla vil ekki vera ábyrgðsumtæki því þetta getur verið dýrtæki og annað. Þannig að þá eru skólinir ekki að taka og geyma símana fyrir nemendur, heldur eru nemendur að geyma þá í þessum hulstrum bara þar sem að þeim hendar, í hvort sem að sé í skápi eða tösku eða... En er ekki einfalt að bara opna hulstru og kíkja?
Nei, það svona lás á því, þetta bara svona, ég var að hugsa hvernig það er best að lýsa þessu fyrir ykkur og ég held að þessi best að lýsa þessu eins og þjófavörn. Þú bara smellir þjófavörn á, það er bara smelt á svona læsingu og það er ekki þetta að aflæsa henni nema með ákveðnu, bara eins og með þjófavörn. Þannig þau geta ekki losað, svona þjófavörn svo fötum, þetta er bara, þeir læsast bara á svona segli sem að væri þá bara við ingang skólans eða bara, það er náttúrulega bara skólan að útfæra og svo bara þegar skóladag eru búin þá bara aflæsist þetta hulstur og þetta er bara þvílík uppfinning. Já, mér finnst þetta bara, og þeir eru búin að vinna velun og það eru bara fjöldi skólatum allan heima að nýta sér þessi hulstur sem er í þessari vegferð að vera símalaust. Þetta er algjörlega nýtt fyrir mér, ekki sneiðugt. Já, þetta er ég bara, nú er ég einmitt að reyna að kynna þetta fyrir svona flestum og vona að einhver bæjarfélög eða einhverjir vilja pröfa þetta sem tilraunaverkefni. Já. Ég bara, því ég held að þetta, því þannig erum við laus við allt. Þannig þurfum við ekki að búið til ykkur reglur, þannig erum við laus við neikvæð samskipti. Þú veist, þetta einhvern veginn bara leysir öll vandamál með þessi tæki ef þú ætlar að vera með símalausan skóla. Og bara líka verða að nefna að það eru margir skólar út í heimi, sérstaklega í Evrópu, sem hafa verið innlega þetta að vera með símalausan skóla. Frá bjöllu til bjöllu. Síminn er þá bara annarkvort lesturinn í skáp eða lesturinn svona póka eða einhverja aðrar útfærslur þar sem þú ert bara ekki með símann við hendi eða í nálægð í skólanum og þau sjá þvílíkt mikinn mun á bara gleði barna, félagslegum samskiptum, farnir að hlæja, leika bara jafnvel betur, Noregur var að koma með rannsóknir, það er bara mun betri námsárangur eftir að þau innleitu þetta og það eru alltaf fleiri lönd að taka þetta upp og bara í gær þá kom frétt það að Danmörk væri að búin að ákveða þetta er bara alla síma í skólum þannig að Norðurlöndin í kringum okkur eru farin að gera þetta ýmis löndi svo Frakkland og Ungverjaland og fleiri í Evrópu eru farin að gera þetta er mjög viðtækt í Bandaríkjunum ég veit að Bretland er að vinna í þessu við getum ekki verið eftir á við þurfum líka að hugsa þetta þetta snýst geðheilsu barnan okkar kvíða og þunglindi og félagslega samskipti og þroska Algjörlega, ég er sammála og ég held við erum að líta á þetta sem bara samvinnuverkefni, ég held við séum öll þarna, ég held við viljum öll og ég held að við þannig að ég er alveg sammála og við þurfum að taka á þessu og við þurfum einhvern veginn öll að gera það og bara og huga vel fyrir barnan okkar og okkar líka sjálf bara okkar fullorðna fólksins, mér finnst líka alveg fara að hafa áhrif á fullorðna fólk og bara allt samfélagið sko, við bara sem samfélag þurfum líka einhvern veginn að fara að vanda okkur með þessi tæki og þannig og vera góða fyrirmyndir, það skiptir líka miklu máli að við séum fyrirmyndir fyrir börnin okkar og ungmennin okkar. Það til dæmis að ekki vera í símanum þegar þið horfum saman á bíómynd. En vitið þetta rosalega, en mér finnst það erfitt. Það erfitt. Sérstaklega bíómyndir mjög leiðilegt, það var það mjög erfitt. Já, ég myndi, þetta náttúrulega eitthvað bíómynd sem ég valdi ekki sjálf ef ég að horfa með börnum. Ég bara, svo líða nokkra mínútur og við erum bara rosa gaman og svo ég bara ég eftir að svara einum pósti þau sjá ekki, eða hvernig ámar að standast þetta? En hvernig að þau að standast þetta? Ég veit það. Við þurfum að vera sterkari. Þess vegna verðum að grípa inn í. Já, ég held það. En já, eins og ég segi eitthvað líka áðan, þá fór ég mitt í heimsóknir í marga grunnskóla sem hafa tekið sér skref og ég bara fagna því að skóla sé að taka sér skref og fyrst frábært að skóla sé að stíga sér skref og maður langar einhvern veginn og maður að þessu tilnæmt út maður langar að hjálpa maður er ekki að gera þetta mitt til að reyna að vera eitthvað leiðilegu eða skemma fyrir eitthvað svona, ég er alls ekki að þessu til þess, ég er einmitt að gera þetta til að reyna að bara að hjálpa og við getum unnið þetta saman einmitt, eins og ég er alltaf að tala bara heimili, skóli og allir bara reynda að hjálpa staði þetta verkefni. Þetta er bara stórt verkefni og bara skiptir miklu máli. Ég held að þetta sé bara eitt stærsta lýðheilsuvandamál okkar í dag. Það eru þessi tæki. Já. Og líka það ber að nefna fyrst mér að við alla þrjár hérna eru mæður að vinna þetta allt saman bara í sjálfboðalega vinnu. Já. Það er enginn að borga okkur fyrir þetta. Og við erum ógeðslega uppteknar. Þannig að ef þetta væri ekki okkar hjartans mál og eitthvað sem við virkilega teljum vera mikilvægt þá væri við ekki að standa í þessu. Já, og síðan að gera þetta einmitt fyrir hagsmuni barnanna okkar og starfsfólk innan skólans. Því að maður vill bæta starfsumhverfið og bara þar sem börnin okkar eru allan daginn. Þess vegna einmitt maður aðeins eins og þú segir. Þetta er bara ástríða hjá manni og maður finnst þetta skipta máli og fyrir alla. Þú veist, og mér þess vegna maður svo mikið að berast fyrir þessu að við, þú veist, fyrir allt samfélagið, þú veist, ekki bara í Hafnarfirði eða bara börn á Akureyri fara að njóta þess eða þess vegna langar mann einhvern veginn að við búum til heildstæða
stefnu og það líka skipti máli í að svona verkefni gangi vel. Þannig að ég held að samstæðan skipti bara gríðarlega miklu máli í þessari vinnu hjá okkur. Það sama við líka samstöðu foreldra það að vera ekki að gefa börnurum of ung snjallsíma eða aðgangu samfélagsmiðlum. Ef þú átt eina barnið, foreldri hérna sem virkilega hefur ágjörð af þessu og ákveður að gefa ekki barninu einu snjallsíma sem ég finnst að við ættum öll að íhuga. En það eina barnið sem ekki með snjallsíma, það eina barnið sem getur ekki spilað þess að leiki við vinni sína. Það getur ekki verið með í samtölunum sem á samfélagsmiðlum. Það útskúfast og getur ekki átt eina barnið sem snjallsíma eða samfélagsmiðlalaust. Ég hef heyrt af svona, það sem foreldrar bara ákváðu að barnið það eina, að barnið einhverja eyðimörku gengur nokkur ár, en það ekki allir með svolítið sterk bein, sko. Nei, það þarf bara ansi sterk bein, og það rosalega mikið mótlæti og sorg og líðan sem fylgir því. En ef foreldrar taka sér saman og sérstaklega í foreldraráðum innan hóps að fresta því að gefa snjallsíma eða gefa samfélagsmiðla og þá líka ekki þetta suð, það allir í bekknum sem eiga þetta bara nei, við tölum saman, við vitum alveg að það ekki þannig, við skrifum hérna undir að það væri ekki þannig þá fer þetta suð í burtu, krakkarnir leitast í hvort annað, þau gera það, þau leika við hvort annað þau gefa þeim takasíma, þau getur hringt í hvort annað og fara út í fótbolta og þau verða öll miklu betri fyrir það ég lofa því. Algjörlega og einmitt líka að taka bara samtali við börnur og ég gera það rosa mikið við strákan mín að ræða við þá þetta af hverju ég einmitt vill ekki að hann í snjallsíma af hverju ég vill ekki að hann sé í þessum leikjum eða hinnum tökum samtali við börnun okkar sama við getum yfirfært þetta yfir í skólan, það skiptir rosa miklu máli að við tökum þetta samtal ekki bara, nú erum við búin að ákveða þetta og nú eru bara þið ekki leikum með síma bara, hvað erum við að tala þetta? Þetta bara hluti af höndina, ég get ekki sleppt þessu, þetta svo bara að fara að skera, þú veist, því þau bara líta á þetta sem hluti af sjálfum sér, þau eru með þetta öllum stundum alltaf. Þannig að ég held að skiptir gríðarlega miklu máli, bæði sem foreldri og skólar þegar taka sér skref, hvað sem að sleppa að leiða að vera með snjallsíma eða fara á samfélagsmiðla eða vera með síma að við tökum þetta samtal og það var einmitt í einni heimsókn í eitt skóla sem að skólastjóri sagði einmitt þetta ég minni nemyndum mína á hverju ári af hverju við tókum þetta skref og af hverju maður taka þetta skref þar að því að mér þykir vænt ykkur og ég vil það besta og ég tel að ég sé að gera það með þessu út af þessu og út af þessu og fá þau lið með sér bara, þú veist, við erum ekki gerð til að vera leiðileg, við erum að reyna að gera til að bæta skólabræðinni mitt og hvað viljið þið gera í staðinn og það eitt líka sem skiptir rosa miklu máli að við komum með eitthvað annað í staðinn við reynum að vera með eitthvað afþreyingu í skólunum eða íta undir hreyfingu, útiveru og svoleiðis, þannig og fá þau þannig með okkur bara, hvað viljið þið gera hvað viljið þið sjá í frímínútum hvað viljið þið sjá í skólanum okkar veist, og það var frábært eins og Hafnarfjörð bara gerði þetta, hann var með ákvað að vera með símalausan apríli fyrra og styrti alla skóla fjárhæð, alla sömu fjárhæð til að einmitt að kaupa afþreyingar tæki fyrir skólana. Vel gert. Já, þannig að mér varst það bara mjög vel gert. Og þá aftur þessi vettvangu fóreldræði þar sem við hittumst og gátum rætt hvað gerðu skólarnir? Ok, já, geggju hugmynd. Þú veist, við þurfum ekki öll að vera í sikkur hodninu, sem foreldrar, sem skólasamfélag. Þú veist, reynum að vera svolítið saman, reynum að opna umræðina hvað gengur einmitt aftur vel. Bara, og þá fekk maður fullt af hugmyndum, það þurfti ekki að kosta mikið, það þarf ekki alltaf að kosta mikið heldur, þótt að þarna var peningu upp að, þá líka þetta að gera fullt af hlutum eins og í skólanum, hjá strákunum mínum, þá er farin að vera dagskrá í frímínútum, það sem bara skipuleg dagskrá. Þú veist, það kannski bara ákveða að fara út í körfubolta í einhverju körfuboltakeppni eða þú veist, það bara alls konar just dancing í sal eða þú veist, bara það þarf ekki alltaf að kosta heldur, sko. En gaman. En það kemur alls konar gott upp úr þessu. Algjörlega. Maður þarf að láta hugan reika og búa til eitthvað. En þetta hljóma svo miklu skemmtilegri æska heldur en að hanga á TikTok. Það enginn sem þú veist, að fara að vera 70, 80, 90 ára gamall og segja, ég vildi óska að ég hefði fengið að horfa fleiri TikTok-myndbönd eða spila fleiri brólstarsleiki eða hvað sem það er bara, já, season 48 í Fortnite, það var geggjað nei, þau hugsa þegar þau voruð í feluleik voruð í körfubolta, voruð í fótbolta voruð í sund, voruð að tengjast í samskipti við hvort annað að eignast vini öxl í öxl Algjörlega, og líka maður hugsa þetta, ég svo oft hugsa þetta sem jafnvægi líka að þú veist, þurfum við meiri tækja og símanótkun þú veist, þurfum við að berjast fyrir því þurfum við að berjast fyrir því þú veist,
þau hafa þetta öllum stundum. Já. En þú veist, mér finnst jafnvægi vera orðið mjög skekkt, mér finnst orðið lítið að maður sjá að krakka út að leika, finnst maður sjá lítið að krakka sé að hittast einmitt og þannig að þú veist, það líka það sem heldur mér að ég vil sjá meira, þú veist, maður myndi vilja sjá meira jafnvægi í þessu. Þú veist, tæknin frábær og þetta nýta hana á fullt af góðum, þarna fullt frábært við tæknina, þannig að maður ekkert að tala það að maður sé eitthvað, þú veist, bara vil ekki sjá þessa tækni og bara, þú veist, bara einhvern veginn, það alls ekki þannig, maður vill bara að séu viðmið, að séu reglur, að þú veist, bara eins og því hafa oft rætt varðandi með bílpróf, við leifum börnum okkur að gera hvað sem á hvaða aldri sem við metum út frá þroska og getum bara okkar hvað þau eru tilbúin í að gera hverju stundu, þannig við þetta ekkert frábrugðið því, þannig þurfum við bara að grípa inn í og búa til viðmið, það enginn að segja sér tækja sér að fara, þau eru ekkert að fara neitt, þau eru að fara að vera en við þurfum að vera með viðmiðreglur og þess vegna finnst mér skipta svona gríðarlega miklu máli líka fræðslan. Fræðslan, þannig kennum við þeim að nota þetta ekki bara með að láta fá sér tæki og láta það hangi í þessum tæki, þess að margir hafa bent á, við þurfum bara að kenna við þessum tæki, það gerur ekki með að leiðum bara að vera óskipt í þessum tæki, það gerur einmitt með fræðslu, með forvörnum, með því að tala við þau og það líka eitt punktur, ég kannski tek svo saman þessa punkta í lokin, en það líka eitt mikilvæg punktur í svona innleggingu, það fræðsla. Það bara rosalega mikilvæg þáttur að einmitt samtalið, tala við börnin, einmitt útskýra, fá þeirra sjónarmið, fá sjónarmið foreldrar líka, setja alla borðinu og allir hafa eitthvað þetta að segja. Þú veist, það hafa allir eitthvað þetta að segja og hlusta á það og meta það og svo fræðsla líka. Og líka hvetja fjölskyldu til þess að setjast niður saman og ræða þessi mál og ræða hvaða reglur við viljum. Að því að jú, við foreldrar viljum setja alls konar reglur skjáningu barnana. En ég veit að börnin vilja líka setja alls konar reglur okkar eigin skjáningun. Og við þurfum svolítið að hlusta á þau líka. Að þau vilja fá aðteglun okkar. Þau vilja að við hættum þessu skrolli. Og þau hafa talað það bara, já, mér finnst leiðilegt þegar þú horfir á bíómynd með mér en ert bara í símanum og ert ekki að fylgjast með. Mér finnst leiðilegt þegar ég reyna að tala við og þú ert bara að skrolla á bústið eða TikTok. Mér finnst það leiðilegt. Af hverju mátt þú keyra og kíkja samfélagsmiðla? Ég má ekki verið aftur og kíkja samfélagsmiðla. Og það þarf að taka þetta samtal frá börnunum líka og skera sameiginlegar heimilisreglur. Og líka þá fyrst þú tala þetta með sameiginlega heimilisreglur, sameiginlega skólareglur og svo veist mér líka einu þreipu hærra, sameiginlega svona samfélagsleg, bara hvert eru við að stefna, hvernig gildi, hvernig siði viljum við hafa þetta sem samfélag bara. Alveg svo við erum með borðsiði sem við þekkjum flest, að búa okkur til síma siði bara sem samfélag. Bara nokkuð dæmi, viljum við að við séum í símanum í umferðinni, í að keyra eins og þú nefnir. Og það búið að koma bara greinar og lögreglan tala þetta er bara stóru auki vandamál. Að fólk sé orðið bara í símanum þegar það er að keyra, en þetta breytist ekkert ef við tökum ekki fræðsluna og samtalið og ræðum þetta, að það sé ekki eðlilegt að vera mitt í símanum þegar maður er að keyra. Þú veist, og það tala þetta eins og auglýsingarna frá umferðarstofnun, ertu undir áhrifum síma? Já, þú veist, þetta er eiginlega bara, þetta er auðvitað líka, þú veist, samanbóri áfengi, þú fer ekki að drekka og keyra. Nei. Og nú er það litið miklum hornum, þú veist, ef þú sérði eitthvað þeir eru búin að vera að drekka og það setjast við bíl, þá hringir þú oftast bara á lögregluna eða segir manneskjuna að hætta við. Þú leifir ekki viniðinum að keyra fullur og það er rosalega með samfélagslega ábyrgð fólkinu því að þú vilt ekki hafa mannesku undir áhrifum áfengis eða eiturlyfja í umferðinni. Sama ætti vil náttúrulega vera síma. En síðan eins og mér er búið gaman að við höfum borðið þetta saman við reykingar, að því að áður fyrr þá umluktu reykingar allt í kringum okkur og þú varst ekki með heimilin að vera með öskubakka, hvort sem þú reyktir eða ekki. Það varst þú alltaf með öskubakka heima hjá þér fyrir gesti og það var reykt í bílum, það var reykt í strætó, það var reykt í flugvélum og alls staðar. Ótrúlega skrítið mitt að hugsa þetta og fæðingadeild við vorum með lækna í sjónvarpinu og yfirlýsingum að mæla með kamel. Læknar reykja kamel, þú veist, allir læknar mæla með kamel. En þess að er náttúrulega langt segjan kannski, ekki það langt segjan að fólk hægt að reykja með böndin sinni í bílnum, en bara svo stutt sen að reykingabanni kom bara á veitingastæði. Það er svo skrítið. Það mátti reykja veitingastöðum þegar ég var yngri. Mér fannst það vera svona, já ekki, þú mátt pissa á þessu svæði í sundlauginni. Þetta er svona svo vonum við það besta að fara ekki yfir. Það var svona gangur á milli reiksvæði og þú veist, maður bara eitthvað þetta grínast það. Þetta er ógeðslega fyndið. En það sem ég ætlaði að koma að með reykingarnar er að núna, ég reyki ekki og ekki fjölskylduna mín eða neitt á mínu heimili, ef einhver kæmi heim til mín og myndi bara fara að kveikja sígarettu,
Hvað væri argasti dónaskapur. Já, það væri rosa dónaleg. Að gera. En ætti ekki vera svipað ef ykkur kemur í heimsókn og sest hérna við matarborðið mitt og fer bara beint í síman. Sammála. En þetta bara menningin sem við erum í dag, það allt í lagi. En nú ég kannski farin að vera svolítið leiðilegu gestgjafi. Þegar ykkur heimi á mér og fara að hangi í símanu, þá ég bara svona Mér finnst ekki, þetta svona sama eins og að tala vera leiðileg foreldri, þú ert ekki leiðileg foreldri. Nei. Þú ert bara, við erum bara að búa okkur til eitthvað gildi og búa okkur til eitthvað viðmið og hafa eitthvað svona mörk. Ég held að það sé nú bara hollt og gott og það er búið að sína sig að börn þurfa að ramma og viðmið og reglur og til að bara þroskast og dafna. Og sama þannig ég held að það sé nú bara jákvætt. Já. En ég segi alltaf svona kjánalega rödd, við erum ekki í símanum við mataborð á þessu heimili mamma, eða eitthvað, eða hver sem það sem er. Já, en svo held ég með þetta eftir breyðist, eftir nokkar og verðum við bara í alvöru, þetta er gali, voru þið bara svona hittast og eitthvað fór bara í síman og var eitthvað að keira og bara í símanum. Já, ég vona það, þetta verði galið einhvern. En við þurfum þá líka samt einhvern veginn að láta okkur þetta verða. Að berjast fyrir því. Og við þurfum líka þá að setja okkur eitthvað að síma siði og gildi þessi tæki mitt. Og þannig að mér finnst það líka skipta máli og ég óska þess að það komi eitthvað svona gildi samfélagslega sáttmáli. Já, bara hvernig samfélag viljum við vera í með þessum tækjum, hvernig ætlum við að stjórna tækjunum en þau ekki okkur og búa til eitthvað svona bara við mataborðið maður líka með svo sorglega þegar maður sé börn út að labba, maður bara bæði öryggisins vegna og svo líka bara njóttu umhverfisins, bara taktu eftir fuglunum og blómunum sem er að koma á vorin og ilminum ég meina það notaðu all augun og nefið og allt bara vertu til staðar í rauninni, þetta er bara svolítið þar, vertu til staðar en ekki inn í einhverjum gerfi heimi. Akkurat. Þannig að þú varst með þessa punkta sem þú ætlaði að taka saman í lokin. Já. Varstu komin yfir alla? Ég er aðeins búin að missa átt. Já, ég segi það sama. Ég ætlaði að taka þetta voða skipulega. Svo eitthvað svo gaman að tala við ykkur og maður bara dettur í samræður. En ég held að flestir fræðslan var komin kannski bara fræðslan var komin sem skiptir alltaf bara gríðmiklu máli og það er skúli búin að vera frábær. Já. Skúlibræði. Hann er viðinnur okkar í þessu hlaðarpi. Já, algjörlega. Hann er alveg geggjaður og það bara skiptir gríðmiklu máli að kynna sér vel og hafa bara umræður og tala þegar maður fara í svona verkefni að bara ekki henda ykkur fram og bara þetta er bara allt í nú komið og enginn viss af þessu ekki fóreldrar nemendur inn einu heldur bara skoða vel hvernig þið leiði ætli að fara í verkefnum sem er verið að fara og kynna það vel fyrir öllum þannig að allir séu upplýstir og allir fái líka rödd, nemendur fái að tjá sig og foreldrar og allir að það sé sagt bara endilega senda okkur post eða við viljum endilega ræða þetta því við erum að gera þetta í samvinnu mitt þannig ég held að það skiptir gríðarlega miklu máli og náttúrulega þetta sem við erum að tala um með hirslurnar lokaði skápar eða hulstur. Hvað er símálaskóli? Já, skilgreining, hvað er símálaskóli? Það klárlega þurfum við að gera það núna út af því að mín upplifun svo það er allir skólar að fara þarna og eru komnir búin að taka eitthvað skref og eru bara að fara í þessa átt. Já. Það er eitthvað svona mín tilfinning og þannig að ég held að við þurfum núna þess að bara svolítið að hjálpa stað við þetta verkefni því að það er allir á þessari vegferð. En við þurfum einhvern veginn bara að skilgreina kannski hvað er símálaskóli og hvaða leiðir eru heppilegasta til að ná þeim árangur sem við viljum með því að vera símálaskóli. Af hverju eru að gera þetta? Við erum ekki að gera þetta bara til að gera þetta til að vera með eitthvað stimpil. Við erum að gera þetta í eitthvað tilgangi. Og ígrunda það í hvað tilgangi við erum að gera það og hvernig munum við ná þeim árangri. Þannig það skipta gríðmiklu máli og ég fyrir mitt leyti og út frá mínum heimsóknum og mínu vinnu en það er bara mín skoðun að þá finnst mér algjört grundvallaratriði í þessari vinnu að símandi sé ekki á nemendum á skólatíma. Þannig þau geti verið að nota þá á skólatíma. Náttúrulega þau geta verið með það á sér eins og ég sem hulstrum en þá bara læstir, lokaðir en ekki bara stilling sem þau geta tekið af sjálf. Nei, akkurat. Mér stæla bara svona alveg bara líkil þáttur og jákvætt höfum jákvæðina leiðaljósa það er rosa mikið punktur og bara hvernig við tölum um símafrí símafrið, símalauskóli eitthvað svona, fyrst mér skipta máli en ekki bara svona, þessi boðabönn sem oft verið að tala um. En hverju eru kostirnir, eða kannski bara ræða hans kostina við það að hafa símalauskóla, af hverju eru að bera svona mikið fyrir þessu, af hverju skiptir þetta svona miklu máli?
Mér finnst, það náttúrulega alveg fullt af punktur sem mér finnst skipta en svona kannski bara það sem að mér finnst kannski svona ef við dreg saman bara það skapar góðan vinnufrið í skólum stuðlar að bara bættri einbinding hjá nemyndum þau eru ekki verða fyrir þessari truflun áreiti sem símarnir að valda og mér finnst þetta bara auknum félagsþroska hjá börnum okkar þau eru í frímínútum að tala saman og leika sér saman í staðan fyrir að vera bara onni í símunum og það sem að mér fannst eitt sorglegast þegar maður fór í þessar heimsóknir í skóla sem að leyfðu síma voru komið með enga reglur eða viðmiðumstæki að viðmyndinu tók ekki svona eftir að maður var að labba á göngu skólar þau voru bara öll einhvern veginn hengi í sínu hátni onni í símanum og enginn að tala saman, það var ekkert líf á göngunum og eins og þau tók ekki svona eftir þótt að maður var að labba þarna þú veist, það var alveg Þetta er mjög merkilegt, ég bara fatta núna ég hef aldrei verið inn í grunnskóla sem þú veist, engar hömlur og svo hef ég bara samanburðin sem ég verið í grunnskóla þannig ég held að maður bara átti sig ekki á þessari upplifun Nei, þetta er alveg maður þarf svolítið að bara að sjá þetta og koma inn og upplifa bara já þetta er svona, ég held þetta væri ekki ég held þetta væri ókei, það væri kannski ekki í sjáman en ekki svona en svo fer maður inn í þessu skóla það sem eru komna reglur og það er verið ít undir það að þau sé ekki í þessum tækjum og þá er líf og fjör þá eru krakkar að tala saman þau eru að spila borðtennis og það er bara allt önnur bara orka inn í skólanum og það er bara, þannig að mér finnst það bara gríðarlega mikilvæg þáttur, þessi félagsþroski sem börn er að fara á misviði ef að við erum með þessi tæki leyfð í skólunum Sem foreldri, hvort viltu að barnið þitt sé í skóla þar sem það er bara eins og einhver uppvakningur á einhverjum bekki og ganginum að stara og skjána alla frímínúturnar eða einmitt í samskiptum, að leika sér, að hlæja og tala og tengjast. Algjörlega. Hvort en það gengur vel. Þú veist, stundum alltaf bara gengur barnið ekki vel í samskiptum og þá er þetta kannski, þú veist, einhver lausn fyrir einhverja foreldra. Það er okkur mjög erfitt, en þá kannski er svarið að það þarf þá bara kannski meira þjónustu fyrir þetta barn eða sem það endur alltaf í peningum. Ég held að það sé aldrei að fara að skána að þú fyrir aldrei samskipti. Nei. En það er líka eitt punktu með þetta og því að núna er ég búin að kynna alls konar vinkla á þessu og ég kynnti mér einmitt þetta líka því að þetta var líka það sem maður heyrði í sínum heimsóknum en þessi börn sem maður þurfa á þessu að halda og þetta er kannski þeirra haldreipi og svona að þá eru flestir skólar sem búin að taka sér skref þá eru þeir með aðstöðu inn á til dæmis bókasöfnum ákveðin svæði sem að nemendur geta, það eru flestir skóla komin með Chromebook eða iPad, þar sem að nemendur geta nýtt sér það að vera þá kannski inn á bókasöfni í iPadunum að vinna verkefni eða þú veist, þannig að það þarf ekki að standa bara eitt og kannski hafa ekkert. Þannig að flestir eru búin að hugsa út í þetta einmitt, sem eru búin að taka sér skref. Þannig er ekki annarkvort bara standa aðgerðlega göngunum eða TikTok, þú veist, þú getur ferðið inn einmitt í eitthvað afdrepp. Og einmitt að hugsa til lausnum. Hugsa að þú ferði í eitthvað verkefni og það er alveg 100% að þetta myndi ekki ganga alveg bara eins og þú hafur hugsað þetta í svona verkefni. Þannig að það kom upp alls konar áskorun og kom upp alls konar hluti sem varst kannski ekki búin að hugsa út í eða eitthvað en það var svo mikilvægt að þetta gefast ekki upp í svona verkefni heldur að finna lausnir eins og þessi skóla sem ég heimsetti vorum eitt búin að gera og sem að hluti sem maður ekki eins og búin að velta fyrir sér áður maður fór í þessar heimsóknir bara já, auðvitað, já, ok, þetta getur auðvitað að koma upp og auðvitað þurfum við að pæla í þessu alveg sem með þetta og mér varst þetta frábær lausn að hafa þó eitthvað aðstöðu eins og bókasöfnin sem eru tilvalin þetta sem að nefndi geta farið að lesa eða geta farið að þú veist, þannig að við höfum alveg aðstöðu þar sem að þú sért ekki að fara að spila með einhverjum eða spila borðtennis með einhverjum að þú sért ekki bara einn þannig að þannig skólar voru alveg búin að vinna það vel og það eru lausnir á öllu og það er einmitt þetta er alveg eitt þáttur sem er þá hægt að finna bara lausn á og á ekki að stoppa okkur því þetta er bara það mikill ávinningu bara og bara öllum líður bara held ég miklu betur og það er bara svo líka margir þættir að taka þessi tæki enga inn í skóla og leyfa þá tæki sem að skólinn hefur enga stjórn á og þetta er tæki sem að þau geta farið inn á alls konar efni og verið að gera bara allt mögulegt þú getur verið tekin upp á skólatíma viljum við að börnin okkar og starfsmenn búið það óöryggi að geta verið kannski tekin upp á vídeo eða hljóðupptöku eða tekin einhver mynd af ykkur og senda eitthvað og þú veist, þetta er bara óöryggi sem við viljum, eða ég myndi halda að við myndum ekki vilja börnin okkar og starfsfólk skólans búið við alla daga í sínu umhverfi þannig að bara þessi þáttur varðandi með öryggið að gera og líka bara einmitt, við höfum ekkert stjórn á sem tækju. Nei, akkurat. Við höfum talað áður að börn í grunnskólum erum hægt að færa í sturtu eftir íþróttir að þið vilja ekki láta taka myndir af sér eða finnst það bara eitthvað óþægilegt því það er náttúrulega mjög mikið að myndavelum þá aðgengilegar og hafa ekki þetta traust þess að gera það.
en ég las sögur frá Noregi þar sem þeir eru búin að vera að banna snjallsíma í skólum, svona eins og við erum að tala banna, eða þú veist fá frí, síma frí, það sem við erum að tala jákvætt og þá var ein stóra breyting var það að úlingsstelpur voru farnar að fara aftur í sturtu eftir íþróttir. Hugsaður. Þetta heyrði ég líka í einni heimsókn einmitt. Hún sagði skólastjórnundin einmitt við mig. Já, svo margar skemmtilega sögur einmitt bara úr sem heimsókn. Það var gaman líka að því að það var svo frábært að fá að fara í allar heimsókn að tala við allar þessar skólastjórnundur, tala við kennarana, tala við nemendun, ég reyndi að tala við svona marga innan skólans, að þá var einmitt tala um þetta. Hún sagði bara, allt í henni fannst mér að aftur finna svona öryggi, að þau væri ekki alltaf á tauginni eða hrættum að allt í henni byrju allir sem við takum upp, ég geti gert eitthvað asnalt og það var þetta, þú veist, þau fengu svona smá frelsi við þetta, sagði hann ég upplifði svona frelsi hjá nemendum að fá bara aftur að bara vera án þess að vera með áhyggjur einmitt af þessu. Þetta er svo sláandi, en þau eru að eiga æskuna sína. Já. Fá að vera börn. Já. Þannig að þetta var einmitt til dæmis eitt punktur sem að mér fannst alveg bara svona, einmitt, þau fá bara frelsi aftur til að fá að vera þau bara, börn. Já. Það finnst það bara góður bótt. Já, ef ég ekki bara slá bóttin í þetta, ég vil kannski bara ítreka eitt í lokin og það ég vil bara innilega hvetja foreldra sem þú veist, brenna fyrir þessu og það skiptir ykkur máli að taka þátt í foreldraráðum, taka þátt í foreldrafundum, láti ykkur heyra, ef ykkur finnst ykkur vant eitthvað pepp, heyra í okkur, heyra í Kristínu, senda okkur e-mail á kvíðakynslun@gmail.com eða bara á Facebook eða í gegnum grúpuna, kvíðakynslunargrúpuna, hvað sem er að stíga fram, láta í ykkur heyra ef þið eru feimin, heyri í okkur eða fara í foreldraráðin og taka þátt. Það skiptir öllu máli, samstæðan skiptir máli hérna. Algjörlega og ég líka held að foreldrar mitt áttu sig ekki á hvað þau geta haft sterkar rödd með því að fara einmitt í stjórn foreldrafélaga og foreldraráðs. Það er virkilega hlustað á foreldra og það er samstæða og það er svo gott að tala við aðra foreldra og fá þess að samstöðu einmitt. Algjörlega. Hjá öðrum foreldrum og maður sé ekki einn. Við erum alveg hérna fullt af foreldrum sem erum að hugsa það sama og reyna að bæta það sama og líka kannski í lokinu mitt bara, þú veist, að vera eins og við erum búin að tala um jákvæði í þessu vegferð og líka hvetja skólana áfram og hrósa því sem er velgert, ekki gleyma því. Þú veist, og þegar maður er að vilja bæta eitthvað að gera það á uppbyggilegan hátt, þú veist, af hverju er ég að nefna þetta að gera þetta? Þú veist, því að ég held að það skiptir líka miklu máli svo maður náir fram því sem maður vill að maður sé að sína fram og af hverju maður er að gera það. Og maður sé að gera það til að bæta og laga og hrósa í leiðinni því sem er vel gert. Þannig að það haldi velli og styrkist. Já. Æðislegt. Hjartans þakkir fyrir komuna til að gefa þið tíma. Já, takk fyrir að taka mótið mér. Mjög gaman að koma og spjalla ykkur. Takk fyrir að koma.